Þetta sem snýr að sveitarfélögunum og ég búinn að rýna inn í svona þessa þætti og segja svolítið frá í þessu fyrirlestri hlutverk sveitarfélagana og hvaða reglur við þurfum að vinna eftir í tengslum við aðalskipulagsgerð og Sigurður kom aðeins inn og ég hef unnið hjá náttúruverndaryfirvöldum og kennt við Landbúnaðarháskólann og bý á Hvanneyri, hefur gegnt þessari stöðu hér í 2 ár, satt í sveitastjórn í 8 ár og þannig að hef unnið bæði hjá ríkisapparatinu hjá Skipulagsstofnun og hérna hjá Náttúruverndinni og Umhverfisstofnun og verið þjóðgarðsvörður. Þannig að kannski smitar þetta einhvað svona mína sýn á hlutina en við erum bara teymisvinnu hér að vinna að endurskoðun á aðalskipulagi og svo eru svona lög og reglur. En þetta eru 20 glærur og ég ætla að fara svona að reyna að ná þessu á 35 mínútum og síðan bara vonandi verði svona líflegasta umræðu vegna þess að við erum öll að læra í þessum málum. Hérna eru mynd af sveitarfélögunum okkar 72, kannski verða einhvað færri 2022 en þau eru bæði fjölmenn og fámenn og stór og lítil og fjölmörg með landbúnaði og náttúruperlum og það sem ég með bendilin hér þá er Borgarbyggð þessi ljósgræni reitur hérna og nágrannir okkar hérna í norðamegin Dalabyggð og Húnaver Þing vestra, allt landbúnaðar, gróin landbúnaðar héruð og Eyja- og Miklaholtshreppur og svo komum við inn á Skorradalshreppinn og síðan þetta komið upp á hálendi inn á Langjökul. En þetta eru sveitarfélögin í mars 2020, svona líta þau út. En það sem snýr að skipulagsmálum og hvert verkefni sveitarfélagana sem svokallar yfirvald skipulagsmála en þetta náið samstarf við Skipulagsstofnun og allar ríkisstofnanir sem eru svona hafa áhrif á hvernig mál eru gerð á hverju svæði og það má segja að þetta kynslóð aðalskipulag Borgarbyggðar fyrsta kynslóðin og flest sveitarfélög á Norðurlöndum eru kannski að vinna þetta í 20. sinn og búin að endurskoða mörgum sinnum og auðvitað verður alltaf einhver smá breytingar. En aðalskipulag áhrifaríkasta stjórntæki í stýringu landnotkun og hérna það sjálfum sér þurfum menn að marka sér sína stefnu og hérna að fara vel með land, hvort sem landbúnaðarland eða efnisnámur, náttúruverndarsvæði eða land til sumbústaðar eins og hérna hjá okkur í Borgarbyggð. Og ég vil ekki, það verður bara ítrekka að velheppnað skipulag langhlaup. Það þarf að hugsa til 20 ára og ákveðnar ákvarðanir sem eru teknar 2022 geta haft afríkaleg slæmar niðurstöður fyrir einhverja sem eru eftir að stjórna þessum málaflokki eftir 30-40 ár. Þannig að menn þurfa að hugsa langt og sveitarfélögin marka sér stefnu í landnotkun til 10-12 ára og sveitarstjórn hvers kjördæmisins ákveður hvort stefnan endurskoðuð. Þannig að endurskoðun á stefnu sveitarfélagsins Borgarbyggð sem var unnin 2016 til 18 hún fyrst að vera endurskoðana núna hérna 2020 þannig að hún var unnin eins og má segja fyrir hrun og þetta eru svona stefnur eru þetta byggðar upp á fullt af stefnumörkum stjórnvalda á landsvísu og það þetta nýja fyrirbæri sem heitir landsskipulagsstefna sem samþykkt og 2015 til 2026 og það skipulag miðhálendisins og það eru umræður miðhálendisþjóðgarð, stofnun hans og svo eru búsettumynstur og dreifing byggðar og þá þetta svona stóru línurnar og skipulag dreifbýlis og skipulag haf- og strandsvæða. Og skipulag haf- og strandsvæði eiginlega alveg nýtt fyrirbæri inn í skipulagi sveitarfélagina og menn þurfa að taka viðmið af þessu og hvort menn vilja hafa eldisfisk eða einhvers leys í sínu næsta nágrenni og fram til götunum. Og svo þetta sem umhverfisráðherra hefur lagt áherslu á hérna loftslagsmálin og sem kemur inn á landslag, verndun landslags.
og svo lýðheilsan. Svo kemur þarna þessi liður frá A til H, samgönguáætlun, þekkja margir, og svo náttúruminjaskráin og náttúruverndaráætlun, og það þess vegna við höfum rætt svolítið mýrarnar og það svæði, hér á Borgarvögum og alveg vestur út á Nes. Svo geta komið inn þessi punktar sem snýrar landsneti og það þarf að setja háspennulínur yfir ákveðin svæði og byggðarlína yfir í endurskoðun, og svo þekkið var rammaáætlun verndun og orkunýtinguna og það eru ekki svo mörg svæði hérna sem enn eru með orkunýtingu á í Borgarbyggð, en þetta eru þetta heit málefni annar staðar á landinu. Svo kemur inn á E-liðinn, líffræðilegu fjölbreytileiki, og svo kemur þetta Ramsar-samningur votlendi. Það eru 2 svæði hér á Vesturlandi sem eru svona með alþjóðlega verndun, og það Andakíllinn og á Hvanneyri og síðan í Grunnafirði. Síðan G-liður, evrópski landslagssáttmálinn, og þá að vernda svona þetta hversdagslandslag og taka tillit til þess, og síðan kemur athugun og notkun og varðveislu ræktarlands. Það liður sem kom inn 2010 og menn hafi verið að skoða, og ég ætla að koma aðeins nánar inn á þá liði. Það kemur sjálfbær nýting landbúnaðarlands, markmiðið að skipuleggja landnotkun og stuðla að möguleikum í fjölbreytti og hagkvæmri nýtingu landbúnaðarlands í sátt við umhverfið. Þetta allt svona tónninn í þessu. Land sem henta vel til ræktunar verði ekki almennt ráðstafað til annarra nota eða óafturkræfa hætti. Val á landsvæðum til skógræktar og stefnu í skógrækt falli vel að landi. Flokkun landbúnaðarlands, landslagsgreining og vistgerðarflokkun verður lögð til grundvallar skipulagsákvörðun landbúnaðarland. Þetta kemur allt fram frá ríkinu og eru ákveðin leiðarljós sem við höfum, sem eru að vinna þessum skipulagsmálum. Og svo kemur orðið sjálfbær nýting landbúnaðarlands, skipulag landbúnaðarlands, og þetta í einni grein landsskipulagsstefnu, flokkun landbúnaðarlands, mælst til að umhverfis- og auðlindaráðuneyti í samstarfi við Skipulagsstofnun, Samband íslenskra sveitarfélaga, Landgræðslu ríkisins og skógræktina. Bændasamtökin standi fyrir gerð leiðbeininga flokkun landbúnaðarlands til nota við skipulagsgerð og aðra stefnumótun landnýtingu. Þessar leiðbeiningar mér ekki kunnugt að séu búnar og liggja þarlandi ekki fyrir. Þannig að þetta svo tölvöld, ef maður sé að setja svona punkta að flokka landbúnaðarland, þá verður þetta vera ákveðin leiðarljós, en kem aðeins nánar inn á þetta. Og ef ég svona skoða aðalskipulagi Borgarbyggðar eins og í dag, og það unnið á tímabilinu 2006 til 2008 fyrir hrun, samþykkt af umhverfisráðherra 2011 og gildistíminn 2010 til 2022. Þetta víðfeðmt sveitarfélag, tæp 5% á Íslandi, og með 5 þéttbýlisstjörnum og dreifbýli og fullt af sumarbústöðum, og íbúar 3.900, 2.000 af þeim búa í Borgarnesi, og þetta samsett af 13 sveitarfélögum. Og það búið að kortleggja landnýtingu, svo sem landbúnað, eins og kemur fram í aðalskipulaginu, iðnaðarsvæði og athafnasvæði, samgöngur og sumarbústaðasvæði og þéttbýliskjarnana, og svo eru náttúruminjarnar og náttúruverndarsvæði og óbyggðir. Og vinna við endurskoðun aðalskipulagi sveitarfélagsins hafin og áætlaðinni ljúki vorið 2022. Það akkúrat rétt fyrir sveitarstjórnarkosningar sem verða þá vorið. Þetta svona leiðarljósið, og þetta eingöngu 20 glærur, þannig að ekki alveg sofna eins og skot hérna, kæru hlustendur. En landbúnaðarland og náttúruvernd, eins og verkefnið LOGG gengur út á, og þetta þetta stuðla að verða eflingu dreifbýlis. Þetta þessi þættir sem við erum að skoða hérna að stefnan í okkar aðalskipulagi. Og svo þetta svæði á náttúruminjaskrá og hverfisvernd, sem þá yfirleitt stefna sveitarfélagsins sem verndun á ákveðnum nútímahraunum og votlendi og árfarvegum og fram til götunum. Stefna í skógrækt að vernda gott ræktanlegt land, að ekki sé nytjaskógrækt í landi sem hærri en 300 metra yfir sjó. Þetta geta menn alltaf deilt en þetta stefnumörkun.
Taka skal tillit til umhverfis- og náttúruverndar við skipulag og þróun svæða. Þess ber að geta að Borgarbyggð eru 7 friðlýst fjölmörg svæði eru á náttúruminjaskrá og það eru ákveðin náttúruminjaskráin eins og við þekkið, hún ósk yfirvalda og benda á að þarna sé merkilegur náttúruminjar innan svæðisins og það getur verið á einkalandi sem í flestu tilfellum. Og þetta þá óskalistin, síðan þarf samþykki landeiganda og samþykki sveitarstjórnar að friðlýsa það. Þannig að það ekkert friðlýst nema landeigandi sé sammála því. Ég leyfi mér að því ég búsettur á Hvanneyri og búinn að vera þar síðustu 13 árin að friðlandið í Andagil við Hvanneyri og Andagil og við Hvítá gott dæmi fjölbreytta landnotkun. Það eru 7 bújarðir sem mynda friðlandið. Það blómlegur búskapur á svæðinu og stórt kúabú á Hvanneyri, 400 manna íbúabyggð og alþjóðlegt fuglafriðland. Þannig að þetta getur alveg hangið saman og allir búa þarna tel ég að vera í góðu samleiti og þannig að þetta dæmi, held ég segja besta dæmi á landinu það sem þú ert með friðland og svona stóra íbúabyggð og síðan með þennan blómlega búskap. Þá ég fer yfir hérna sjáðu kort af Borgarbyggð og í Hafnarfjarðará greinir á milli sveitarfélaganna Eyja og Miklaholtshrepps og Borgarbyggðar og hérna Elborg í Kolbeinsstaðahreppi, kenndi Elborg á Mýrum en hún þannig að gamli Kolbeinsstaðahreppurinn á þessu svæði og svo kemur Hraunhreppurinn og svo Álftaneshrepur hér og hérna þessi rauði fláki hérna og Borgarfjarðarbrúin, þetta þá Borgarnes og rauðu línurnar eru vegirnir, Snæfellsnesvegurinn og vegurinn þarna niður í Álftanesið og síðan erum við þjóðveg 1 sem fer norður í land upp á Holtavörðuheiði, fram hjá Bifröst og síðan áfram og þessi brúnu reitir hérna þá landi sem yfir 300 metra hæð. Þannig að þið sjáuð við inn í Hvítasíðu og Reykholtsdalurinn hérna Reykholt og hérna erum við þá með lengst inn frá Húsafell. Þannig að þetta svona þessi geysilega stóra svæði, hérna okið sem við myndum leiðrétta að taka þennan hvítu klessu hérna af upp á okinu. En þetta eru svona svæði, allir þessi grænu flákar hérna sem við sjáum hérna meðfram Reykjadalsánni og inn í Reykholtsdalinn eru þá svæði sem eru skilgreind sem gott ræktarlegt land í aðalskipulagi sveitarfélagsins. Þetta var mjög grófflokkað af landbúnaðarráðuneyti sem Guðmundur Sigurðssyni á Hvanneyri og hafði nú ekki mikið tíma til þess að fínpússa þetta og við höfum verið að rýna í þessa fleka hérna og hugsandi þurfa sumir að vera minni eða breyta og þetta þá gert í samráði við landeigendur. Hérna erum við þá komnar út á mýrarnar, svona kannski einhverju 11 metra hæð yfir sjó og hérna eru þá góð tún sem í tengis við þessa öflugan kúabúskap og hérna fjárbúskap sem hérna í Borgarbyggð. Þannig að þetta svona sveitarfélagið svona bara til þess að gera eitthvað grein fyrir verkefninu. Þannig að þetta sko þegar við erum að tala stundum aðalskipulag þá erum við stundum að einblína kannski á svæði eins og Hafnarfjörð sem bara þéttbýli, það ekki dreifbýli, það sko, það Krýsuvík en kannski tökum við þá Kópavog eitthvað leis. Þetta eru allt öðruvísi verkefni fyrir þessi víðfeðmu sveitarfélög. Ég held að ég get fullyrt að Bændasamtökin voru ánægð með stefnu sveitarfélagsins og ég tel ég almennt sátt hafi verið hjá landeigendum þessi flokkun á ræktanlegu landi og skipulag skógræktar í Borgarbyggð. Og fyrir árið 2010 voru örfá sveitarfélög sem voru að skilgreina gott ræktanlegt land og ég held að var Sigurður Ingi, núverandi ráðherra sem var þá oddviti í Hrunamannahreppi, hann kom þessu verkefni á stað
í Hrunamannahreppi og síðan var það Hvalfjarðarsveit og Borgarbyggð og kannski eflaust einhver önnur sveitafélagi sem ég man ekki í svipan en þá leiðréttiði mig. Varðandi þessa stefnu sko að menn geti ekki farið að setja skó inn í gott ræktarlegt land. Það svona yfirlýst stefna að halda túnum og því sem eru verðmæti í tengslu við landbúnaðinn og rýra hann ekki. Það komu svona athugasemdir frá skógræktinni á sínu tíma og eðlilegt að menn bendi einhver á að kannski að því svona var bæðandi ræktarlegt landið og síðan afmörkun á svona þessu nytjaskógrækt að henni yrði ekki verið að gróðursetja hærri en 300 metra hæð yfir sjó og ekki nærri ám og vötnum með 30 metra. Þetta þá svona ákveðin leiðbeining þegar kæmi umsókn inn frá skógræktinni, þá væri hægt og landeiganda, þá var hægt að beina þeim á ákveðin svæði. En það ekki óheimt að rækta skó yfir 300 metrum, en það yrði lögð áherslu á landgræðsluskóga, svo sem birki og víði og aðra innlenda tegundir og þetta getur menn alltaf einhvað munnhöggast hvað innlent og fram til götunum, en þetta svona þessi rauði þráður í skipulaginu sem tengist ræktarlegt land og hérna erum við aðeins nánari útlistun á svæðinu og sem ég þekki best þennan hluta sveitarfélagsins og þó ég þekki hinn svæðin alltaf betur og betur en hérna sjáum við þéttbýlið á Hvanneyri og þessi öflugu tún hérna á landi Ausu og á Hvanneyrarlandinu en ég held að sé víða hérna inn á ákveðnum svæðum hér þó að hérna sé gott möguleiki að rækta sko þá eru víða hérna mjög svona blaut svæði. Þannig að hérna myndi þurfa svona að endurskoða og það má segja þetta sama eins og inn við Grímsá. Hérna Fossatún og Grímsáin hérna inn í Lundarvíkjardal. Hérna bara tekið allt svæðið hérna fyrir neðsti hlutnar fyrir neðan veg sem gott ræktarlegt land en þetta myndi þurfa svona að rýna aðeins betur í og þetta sama hérna inn í Borgarhreppnum og í Eskjólfslandi. Þetta auðvitað gott beitaland fyrir hross en kannski eru mér þar ekki neitt í svona stór túnrækt en það möguleiki. En þetta eitthvað sem við munum svona kíkja á og svona. En ef við skoðum hérna gróðurflokkana og þessar vistgerðir og þetta búið að vera að fjalla bæði þessi náttúrulegu birkiskógakkar og birkikjarrið og votlendi og vatnasvæði og þetta var kortlagt í skipulaginu þarna núverandi aðalskipulagi sjáið þessi nútíma hraun eins og Barnaborgarhraunið og hluti af Eldborgarhrauninu. Það birki í því og þannig eru þessi svæði sem eru svona þessi náttúruverndarsvæði í landbúnaði og sama inn í Hagahraunið, það eru svona birkihríslur á þessu svæði og svo eins og inn á þessum hraunsvæðum og þetta auðvitað líka mörgum stöðum vinsælsvæði til eins og þið þekkið inn í Húsafelli, sumbústaðahverfi inn í birkiskógi og inn á hraunsvæði sko, þannig að og þetta getur alltaf verið. Svo sjáum við allar þessu flokkunni hérna mýrarnar, það bara þessi bleitur hérna allstaðar og sem með þekkja og hérna eru Akraósinn og Hítaráin hérna upp eftir og síðan eru allar þessar veiðiár okkar sem eru þetta víða hérna geysilega mikilvægur þáttur í hérna að víða búið í Borgarbyggð sko hérna út af þessum hlunnindum sem veiði í laxveiðiárunum gefa. En hérna erum við með skástrikað svæði sem hérna Löngufjörurnar og þetta svæði sem umhverfisráðuneytið hefur verið að benda Borgarbyggð á hvort það sé einhver vilji friðlýsingu. Hérna auðvitað búið að afmarka þetta sem svona ákveðin skýrt og þarna tekið fram að þetta hverfisvernd og fram til götunum en þetta alfarið undir hérna landeigendur komið sko sem eiga þá einhver ákveðin faðma út í fjöru og hvort þessi sker og annað. En þetta ekki komist neitt á beint flug hérna hjá okkur í Borgarbyggð.
En þetta eru svona svæðin, þannig að það þarf að samræmi við ískeraflokk Náttúrufræðistofnunar og fram til götunum. Ég leyfi mér að koma hérna inn með síðastlið haust á fengu við Stefán Gíslason að reikna út fyrir okkur losun gróðurhúsalofttegunda frá framræstu votlendi í Borgarbyggð og hún nemur 907.000 tonnum og ég, ef við séum að marka okkur stefnu að minnka kolefnislosun, þá við þurfum að vita hver losunin og ég held að fæst sveitarfélög hafa reiknað út hver losunin Við getum reiknað út frá útblæstir bíla og einhver svoleiðis á einfaldan hátt. En þetta kom mér verulega óvart. Þetta væri svona mikið og svo bindingin, hún eingöngu 17.000 tonn, bundin árlega með skógrækt og landgræðslu. Og heildarlosun því, 890.000 tonn. Sem samsvarar líklega 94% af allri losun í sveitarfélaginu. Þannig að þessum sem losast frá þessum bílaflota segjum að séu 3.000 bílar í Borgarbyggð og við náðum að upp á, ég veit að þeir eru sorpbaugar hér í Borgarbyggð sem á Fíflholtslandi. Þeir fóru að hætta að losa metan og fóru að brenna því. Það samsvarar það 2.000 bílum með því að fara í svoleiðis aðgerð. En þetta þetta svolítið áhugavert að sjá allar þessar tölur. En þetta tók, þeir sem eru í skipulagsmálum sveitarfélögum, þá tók þetta lítinn tíma og kostaði tiltölulega litla fjármagn til þess að fá þessar tölur. Og þetta hefur Brynhildur Davíðs, prófessor í Háskóla Íslands skoðað og þetta hefur formaður loftslagsráð skoðað og rýnt og þeir frekar segja að þetta væri meira en minna en menn geta alltaf deilt tölur en þetta losun úr landbúnaðarlandi geysilega mikil. Og svo einn liður sem stendur endurheimt votlendis heimilið í Borgarbyggð án framkvæmdaleyfis en hún tilkynningarskyld og þá höfum við einhverjar upplýsingar hver losunin og hvað menn að binda mikið og það komin nokkuð verkefni á stað í Borgarbyggð þar sem votlendissjóður og landgræðslan hafa verið að vinna saman og landeigendur hafa lagt til land. Þannig að það mun ekki vera staðið á móti því frá sveitarfélaginu. Þessi flokkun geta menn skoða nánar og ef við vilja fá einhverju upplýsingar þá get ég auðvitað sent þeim það sem við höfum en þetta byggt á gögnum úr gagnagrunni sem Landbúnaðarháskólann hefur unnið með og það verið að skoða þá skógrækt fyrir 1990 þessir 16 flokkar og skógrækt á tímabilinu 1990 til 2017 birkikjar og birkiskógur, þessi náttúrulegu skógur sem Hreinn kom inn á mánudaginn, uppgræðsla fyrir 1990, uppgræðsla á tímabilinu 1990-2017 og framræst jarðvegur og þannig að þar þetta rosalega mikið og ef maður sér bara í Andakíls, svona reiknuð út þessar stöður út frá hverjum þessum gamlu hreppa, því eins og ég sagði áðan, það voru 13 sveitarfélög sem sameinuðust og mynduðu Borgarbyggð og ef mann tekur óræktað framræstu jarðvegur í Andakíl, þá voru 4.124 hektarar og mói 5.800 og tún og þurrlendis jarðvegur 257 hektarar þannig að ef við sjáum bara þessi tún sem eru notuð í dag bæði á framræstu landi og á þurrlendisjarðvegi, þá það ekki nema einhver 1.300 hektarar en óræktað framræstu jarðvegur 4.100 bara í Andakíl sem nú ekki stór svæði. En þetta svona þessi grunnir, en við nú skulum koma að þessum, ef við lítum á þessa mynd hérna, loftmynd af mýrunum og hérna sjáum við gulu línuna, Álftanesvegurinn og hérna Álftaós og hérna eru ströndin og þessar flottu fuglasvæði hérna og Akraósnum og fleiri hérna. Þetta Hvalvogurinn hérna og síðan sjáum við þessi flottu tún hérna og flottar stóra spildur hérna, langar og miklar og
þó að þessi yrðu tvöfaldar þessar spildur hérna og hér væri áfram möguleiki til að vera með stærri tún og þar lendi stækkan. Þá sjáum við hérna á þessu lundi eru litla tjarnir og svo sjáum við þessi skurðaþekju hér. Þó hún sé hálffull af jarðvegi, þá hún að losa rosalega mikið. Þannig að þetta eru svona svæðin og þetta eru tjarnir sem eru ekki nema einhverju 11-12 metra hæð yfir sjó. En þetta eru þannig að þá hérna þetta góða ræktarlegt land og hérna væri þá líka hægt að vera kannski með gott ræktarlegt land í framtíðinni, sko, þannig að búskapurinn myndi ekki hafa nein áhrif þó að þessu svæði yrði kannski bleitt aðeins í þessu hérna svæði, en þetta eru bara allt undir landeiganda komið. En það eru tækifæri til endurheimta votlendis í landi borgarbyggður og landgræðsluverkefni upp til heiða og skógrækt á mólendi eru geysilega stór svæði. Það væri hægt að gleðja hrein ef maður væri hérna, það var hægt að fjölga skógi alveg 2% sko á landinu, sko, ef við bara rækta inn í dölunum, sko. En Atvinnu- og nýsköpunarráðuneytið hefur birt drög að reglugerð verndun landbúnaðarlands byggt á jarðalögum númer 81/2004. Í drögunum er lagt að allt land sem skilgreint sem landbúnaðarland í aðalskipulagi eru flokkað með tilliti til ræktunarmöguleika. Þar er lagt til að landbúnaðarland verður flokkað í 4 flokka: gott ræktunarland, mjög gott ræktunarland, gott ræktunarland, blandað ræktunarland og annað landbúnaðarland. Það er ekki stafkrókur komið inn á náttúruvernd inn í þessum pakka. Og þetta síðan þessi skipulag landbúnaðarlands í skipulagsgerð sveitarfélagana og það byggist eins og við búin að koma inn á skipulagsákvörðunum ráðstöfun lands í dreifbýli til landbúnaðar og annarra nýtingar, land sem henta vel til ræktunar og verði almennt ekki ráðstafað til annarra nota eða óafturkræfum hætti, val á svæðum til skógræktar, stefnum að þau taki mið af því að skógrækt falli vel að landi og eftir því sem við á séu samþætt sjónarmið skógræktar, annars vegar landbúnaðar og útivistar, flokkun landbúnaðarlands, landslagsgreining og vistgerðarflokkun verði lögð til grundvallar skipulagsákvörðunum landbúnaðarland. Smá stafsetning þarna vitlaus. En ég fór að rýna hérna hvað önnur sveitarfélög að vinna í þessu máli og fann eitt og veist afsökunar ef ég sé að birta eitthvað sem en hérna mér fannst þetta svolítið áhugavert. Ef við séum, þetta eru drög, landbúnaðarland 1, verðmætt landbúnaðarland til ræktunar. Landbúnaðarland 2, verðmætt beitiland og land sem getur hentað til ræktunar. Landbúnaðarland 3, verðmætt beitiland. Landbúnaðarland 4, votlendi, landbúnaðarland 5, birkikjar og skóglendi. Þetta eru svona þessi flokkar og þannig að maður getur verið svona, en þegar við förum að rýna í, eins og við sjáum stóru myndin á aðalskipulaginu, þá aðalskipulag unnið 1/100.000. Þannig að þéttbýliskjarnir skilað 1/20.000 en annars aðalskipulag skilað 1/100.000. Þá viti bara hvernig ammörkurinn þetta getum við blásið upp þetta á loftmyndum og skoða þetta í stærri mælikvarða og getum rýnt þetta betur, en þetta svona þessi vinna og núna erum við svona komin langleiðina, en þetta það sem mér fannst svolítið áhugavert að skoða. Flokkun landbúnaðarlands í borgarbyggð og við erum bara rétt að vinna þetta og svona, þetta hefur ekki samþykkt í nefndum, þetta eru svona vinnuhugmyndir sem við erum að skoða þetta góða ræktunarland. Ég get alveg séð fyrir mér, sko, einn flokkur væri gott ræktunarland eins og við höfum í dag, endurskoðar og þarf að afmarka það betur. Flokkur 2 var í landbúnaðarland / náttúruvernd og þannig það bara eins og lognverkefni gengur út á. 3. flokkur var í landbúnaðarland, beitiland, það var mólendi og svona frekar rýrt land, ekki niður við á og ekki niður heldur upp í svona jöðrunum. Maður sér fyrir þetta eins og inn í Lundrækjadal væri hægt að hafa svona kragan byggðina og þar væri hægt að hafa bæði beit og skógrækt og landbúnaðarland, annað flokkur, það kemur ekkert veg fyrir að þarna sé
sé beit inni á svæðum eins og víða, en þetta landbúnaðarland, náttúruvernd eru þessi svæði sem eru hraunsvæðin, sem eru afmörkuð í náttúruminjaskrá, sem eru hverfisvernd, það eru nútímahraun, það eru stór vötn og tjarnir, allt það sem verið tíundað í lögum og reglum. Síðan þið fjórðuflökkurinn sem væri bara eins og myndir þarna, allt land sem nánast yfir 300 metrum, og ef maður rýnir í svona þessar tölur, þá engin skógur nánast að ráði sem verið að gróðsetta yfir 200 metra, allavega ekki Borgarfjörð. Þannig að menn hafa eiginlega mjög, og þannig að undir 300 metrum með skógrækt, það svona kannski verið hentulega. Þannig að í núverandi aðalskipulag eru 2 flokkar, og það mitt mat að nauðsynlegt að fjölga flokkunum í 4, og þetta eru bara lög og reglur sem segja við eigum að gera það. Stjórnsýsla skipulagsmála hjá sveitarfélögum, og hún þarf að gefa landeigendum og ríkisstofnunum, hagsmunaaðilum skýr skilaboð og jafnframt einföld meðhöndlun hjá skipulagsyfirvöldum. Það eru mörg sveitarfélög á landinu sem eru með mjög fámenna tæknideild. Það eru kannski sami aðilinn sem að sinna umhverfismálum og tæknimálum og skipulagsmálum og menntaður þess vegna byggingatæknifræðingur og bara í sífellt að redda málum, sko. En þetta svona umræðu grundvöllur sem ég myndi vilja fá svona umræður og ég búinn að halda mér nokkuð innan þessar hálftíma sem ég lagði upp með. Og ég þakka fyrir og gangi vel með lokverkefnið. Þannig að þetta hann Kristján Hani sem bjó í Skaftafelli. En orðið laust og takk fyrir. Já, takk kærlega fyrir, Ragnar. Þetta mjög fróðlegt og örugglega einhverjar spurningar. Þarna úti, ekki einhver sem vill ríða á aðið og það kannski ein spurning. Já, gjörðu svo vel. Jóhannes heiti ég. Ég var nú að detta svona inn og út af þessum fundi, en ég skil þetta rétt að þá landtekið undir skógrækt ekki flokkað sem landbúnaðarland. Þetta rétt skilið? Jú, skógrækt landbúnaðarland. Já, ok. Já, ég verið með skil. Skógrækt landbúnaðarland, þannig að í dag allt, sem sér flokkað, 90% öllu landi Borgarbyggðar landbúnaðarland. Og innan þess eru bæði náttúruvernd og skógrækt og allt saman, sko. Þannig að það eru örfá prósent af landinu sem eru þá bara vegir og þéttbýlið. En það bara spurning hvar ætti að vera skógræktin, á hún að vera í það sem blautast, sem kemur, þá talandi að breyta votlendi í aðra notkun, og eða hvort hún á að vera í jöðrum og það sem rýrt mólendi, og þess vegna ætti að búa til betri beiti eða hvað það eða bara það sem fólk að stunda skógrækt á sínum jörðum sem kaupa bara til skógræktar. Þetta Berglind, ég ætlaði að spyrja bara hver munurinn á mjög góðu landi og svo næsta flokk fyrir neðan? Eru skilgreiningarnar alveg mjög afmarkaðar eða þetta bara svona opið til frekari þá persónulegar ákvarðanar hjá? Og talaður þetta hana í nýju lögunum, skipti 4 flokka, kom mjög gott og svo kom gott land. Já, þetta það sem ég finnst sérkennilegt, að því þú ert að skilgreina mjög gott land, þá plódýftin kannski einhverju 20 cm eða hvað það þetta þekkja borgar auðvitað mikið betur, og síðan kannski gott ræktarland sem væri þá bara góð tún, en hún væri ekki plódýft í henni. Og síðan þetta líka svolítið landhallan sjálfan. Það getur halla á landi 10 til 12 prósentur halli og þannig að það hægt að setja kortið undir, þannig að þetta
Ég skil ekki alveg sko hvernig sveitarfélögin geta verið að flokka þetta svo nákvæmt sko vegna þess að þetta einhvað sem landeigandi gerir á deiliskipulagsstigi eða í tengslum við svona með sínu landbúnaðarráðuneyti hvernig flokkurinn á landinu en er ekki í aðalskipulaginu sko sem hvað þannig að ég held að menn svona skynja ekki alveg í hvaða mælikvarða menn eru að vinna í aðalskipulagi. Ef við kannski kemum inn í þetta Ragnar Borgar hérna, þú nefndir mig á nafn, sko það sko þetta er held ég akkurat svolítið vandamál að það búið að skilgreina þetta svona en það liggja ekki skilgreiningar samt á bakvið þetta og svo hafa þetta sveitarfélög verið að vinna að sínu aðalskipulagi og verið með mismunandi túlkanir á bakvið. Það held ég að sé svona vandamál. Þó að það sé til ákveðnar skilgreiningar, þá eru þær ekki sko settar fram, eins og nefndir Ragnar, það gömul skilgreining eftir Jónatan og Áslaugu sem að oft hefur verið miðað við fyrir mjög gott ræktunarland. En svo sko er þarna næsti flokkur sem hefur þá ekkert verið skilgreindur eitthvað frekar. En fyrir sveitarfélögin eða þá aðilann, hvaða áhrif getur það haft ef að þetta er ekki svona dítilegra inn í, ef að það er verið að skilgreina landi mjög gott en það er kannski gott. Þú veist, hvað afleiðingar hefur það? Svona amatörspurning, sko. Ég held að þetta hafi engar afleiðingar annað, sko. Það er bara fyrir eftir svona hvernig, sko, bæði gott ræktunarlegt land og mjög gott. Þetta eru ábendingar þarna fari þessum ekki skógrækt og þarna fari ekki íbúðabyggð inn á svona svæði, heldur myndi það rýra mjög mikið landbúnaðarlandi til lengri tíma ef mann ætti að vera í landbúnaði á svæðinu. Og þetta væri heldur ekki það land sem við myndum leyfa að fara í sumarbústaði. Þú myndir velja það lendi sko rýrasta landið undir sumarbústaði eins og við vitum að bara hraunsvæðin hafa farið undir sumbústaði vegna þess að þetta er rýrasta landið og ekki sem gott ræktunarlegt land. Já, ok, ég skil. Þannig held ég segja svona megin hugmyndin, þú getur stýrt þar landi og við förum ekki að heimila vegatengingar beint yfir gott ræktunarland til að kljúfa það í sundur. Það myndum við svona reyna að standa í vegi fyrir því eins og landeigandi myndi gera eflaust líka. Það myndi ekki heimila það. En þannig er svona möguleik, en mér finnst þetta sko vanta algjörlega inn í þennan svona hugmynd að þú kemur með öðrum sko vettvangi varðandi landsskipulagsstefnuna landbúnaðarland. Þar á að fara eftir vistgerðarkortum, það á að fara eftir þessum og þessum. Þannig að þessi klásúla þarna í þessari sko reglugerð frá atvinnu- og nýsköpunarráðuneytinu, það bara passar ekki inn í það önnur ráðuneyti er að segja sveitarfélögunum að gera. Þetta það sem svona minn boðskapur í þessu. En hvernig líst ykkur á þessa flokkun eins og ég kem hérna með sko landbúnaðarland 1 og 2. Þetta sko er þetta einföldun, er þetta sko að því við getum kannski sagt sko landbúnaðarflokkur 1 og 2 sko. Þetta er kannski bara gæti verið 1 flokkur. Síðan er sko landbúnaðarlandi verðmætt beitiland, það getur verið og svo getur þriðji flokkurinn verið votlendi, birkikjar sko, og kannski skólendi getur verið líka í ákveðnum snöggum. En ég er svona bara vangaveltur sko og hvort þetta sé mögulegt fyrir sveitarfélögin. Sveitarfélögin hafa kannski einhverja 10, 20, 30 milljónir til þess að gera aðalskipulag á sínu tíma. Ef við ætlum að fara að flokka þetta á 130 bújörðum í borgarbyggð, þá myndir það taka svona fyrir sérfræðinga einhver kannski 5 ár að kortleggja þetta. Þetta er sama sem minjastofnun kemur með klásúlu að það þarf að gera fornleifaskráningu á öllu landi áður en þú samþykkir aðalskipulag. Og það kostar kannski 2 milljónir á hverja jörð, minnstakosti. Þá ertu komið 2 milljónir sinni 130. Þá ertu með 230 milljónir. Þannig að þetta er svona stundum þegar ríkið er að setja kvaðir á sveitarfélögin
geta nánast engan veginn sko staðið undir þeim. Sveitarfélög sem eru kannski helmingi eða þrisvarsinnum minni en borgarbyggð. Og við eigum bara í stjúkastu vandræðum með þetta, ef ég segi bara satt. En þetta bara mín tillaga sko, við erum búin að ræða þetta aðeins með okkar ráðgjöfum og hvort þetta sé niðurstaðan eða ekki sko. En þetta ef þessi vantar hugmyndir náttúruvernd, því stór svæði í landbúnaði eru náttúruverndarsvæði og það eru kvaðir það sko í tengslum við náttúruminjaskrá og hverfisvernd og votlendi svo stórt líka verndað og með lögum og þannig að þú mátt ekki ræsa fram tjarnir og annað sko. Þannig að, hvað segið þið? Ég verið að vera svona ötulegur að spyrja, svona þetta kannski... Það er að koma inn í þetta, Guðbrandur. Blessaður. Já, komið sæl, ég ætla aðalega kannski að spyrja hérna málefni sem snúa skógræktinni, hún verður dálítið hugleikin. Já. Og það segir hann einhvers staðar að skógrækt eigi ekki að stunda á góðu ræktanlegu landi. Þá vil ég spyrja á þetta þá við skjólbelti á ræktunarlandi. Skjólbelti. Nei. Gott að heyra það. Ég vil nú meina það að ræktun sé, þá á ég sem sagt við bara túnrækt eða akra til kornræktar, að skipulagi ræktunar sé raun og veru ekki lokið þegar hann búið að skipuleggja skjólbeltisgerð. Þannig mín skoðun. Alveg innilega sammála og eins og þekkir á Hvanneyri eru skjólbelt allstaðar til þess að hjálpa þeim uppvexti bæði hvað á túnum og öðru. Ég bara að meina ef við lítum á þessa kort sem núna upp á veggnum eins og hérna sjáum við Skálpastaði og Kross og Steinahlíð og annað. Svæði sem fyrir ofan veg get ég alveg séð fyrir mér sko skógrækt alveg upp í 300 metra meðfram öllu svæðinu hérna. Ég myndi ekki sjá það sko á túnunum fyrir neðan við Krossbæinn eða út við á. En ég myndi alveg geta séð það fyrir mér á öllu svæðinu hérna upp með Varmalækjarmúlunum og þannig að það eru svo hrikalega stór svæði í borgarbyggð þannig að til skógræktar þannig að það myndi ekki þurfa að fara inn á þessi tún eins og hérna í Varmalækur hér sko bæði sumt blautt og annað eru bara stór og mikið tún sko. Þannig að en skjólbeltaræktun bara hluti af ræktun á túnum bara til þess að bæði að hlífa þeim og skapa betri ávöxt. Ég get nefnt bara sem dæmi gagnsemi skjólbelta því að ég hef svolítið reynslaði að á túnum hérna á Brúalandið þar sem að skjólsins nýtur og hefur notið núna, síðustu 20 árin eða 15 árin allavega. Að þar höfum við þurft að slá 3 sinnum á sumri en túnin aftur á móti sem ekki nota skjóls að þau hafa að hámarki verið slegin 2. Þannig að þetta þýðir bara meiri uppskera og fyrir sama ábyrgðarmagn sem borðið er á. En varðandi skógrækt almennt þá er það alveg þekkt og það þekkja skógræktarmenn að flatlendi það er alls ekki hentugt skógræktarland. Það er vegna þess að þar er svo mikil frosthætta sem að getur skaðað trjágróðurinn bæði vor og haust, sérstaklega kannski á haustinu, síðsumar og haustin. Þannig að hálendisbrúnin hérna í okkar sveitarfélagi, hún er langt ákjáfslegasta svæði til skógræktar. En það er þetta með 300 metrar hæðina. Ég sé í sjálfu sér engin skynsamleg rök mæla með því að banna nytjaskógrækt við 300 metra. Ég held að við erum bara að einfaldlega og ekki síst með tilliti til þess að það er nauðsynlegt að rækta skóg alls staðar þar sem að hægt er í dag nánast til þess að binda kolefni með þessum undantekningum að sjálfsögðu. Þannig að þetta er eitthvað sem að mér finnst nú bara hreinlega óþarft. Og svo annað þetta með 30 metra frá ám og lækjum og vötnum, það heldur engin vísindaleg rök þarna sem að mæla með þessu. Það er sannað með vísindalegu rannsóknum að skógrækt eða skógur og sem er náttúrulegur skógur eða ræktaður sem að er
meðfram ám og lækjum og vötnum, hann eykur á lífríki í vatninu sem að kemur sér vel fyrir fiskiræktina aftur. Þannig að það er engin skynsamleg rök þarna finnst mér. Ég bara greina frá stefnu Guðbrandur sem sveitarfélagsins og hvað verður í þessu, en þegar ég með skoða alla 13 hreppana sem mynda borgarbyggð, þá er engin skógrakt hvorki frá 1990 eða 1900 til 2017 yfir 300 metrum og ekki einu sinni yfir 200 metrum. Þannig að hún er bara ekki stundu þar og það er alveg nægilegt rými til skógrækt, en ég held að sé meiri svona umræðu sem mér finnst mætti vera í þessu máli ef við tökum skógræktina frá er þessi hvað ríkið er að gera með að setja kvaðir á sveitarfélögin í tengslu við jarðalög og þau standa svona sem finnst mér logn þyrfti að skoða að jarðalögin segja eitt hvað sveitarfélögin gera og síðan landsskipulagstefnan segir annað og síðan á að vera einhver samstarf á milli aðila sem eru þá þannig að í tengslu við þessu flokkuna landi að samstarf hjá aðilum og ég var svona að finna þessu að það er stjórnsýsla skipulagsmála á sveitum þarf að, ég var að koma með einhvern flokkun hvað ríkir að segja okkur að fara að vinna saman og ég held að þetta verkefni þarf eiginlega senda frá sér einhvern veginn svona auðskiti hvað ber að gera. En núna finn ég þetta ekki akkurat í augnablikinu. Hérna er þetta, landsskipulagsstefna flokkun landbúnaðarlands og mælst til að umhverfis- og auðlindaráðuneyti í samstarfi við Skipulagsstofnun Samband íslenskra sveitarfélaga. Og þar kemur skógræktin líka inn og landgræðslan og bændasamtökin að búa til leiðbeining flokkun landbúnaðarlands til að nota við skipulagsgerð. Það eru mjög mörg sveitarfélög að endurskoða aðalskipulag sín og þessar leiðbeiningar liggja ekki fyrir, þá eru allir að eins og borgar kom inn á að leita einhverjum leiða til þess að gera þetta á sinn hátt. Svo fer þetta eftir hvað Skipulagsstofnun segir í lokin þetta er ekki alveg eins og við vorum að hugsa. Þá eru menn auðvitað að eyða tíma vegna þess að ráðgjöf frá skipulagsaðilum sem við erum að kaupa kostar allt aura og þannig að þetta held ég svona töluvert atriði að ýta eftir og ég mun gera það innan Samband íslenskra sveitarfélagi að þetta annarkvort þurfum menn að leiða þann vagn vegna þess að skipulagsvaldi er hjá sveitarfélögunum. Og sveitarfélögin mynda sér þessa stefnu og síðan koma ákveðna aðila sem gera athugasemd við stefnuna eða koma með ábendingar sem hvað má betur gera og síðan er það síðan sveitarstjórn hverju sinni sem samþykkir hana. Það eru 9 mínútur eftir. Glimrandi góður punktur og það er einmitt eitthvað sem við þurfum að vinna í að þessi samræmi þarna á milli og náttúrulega eins að til að gefa þessu náttúruverndinni vægi. Er einhverju fleiri sem vilja spyrja eða leggja orðið í belg? Já, mér langar aðeins kannski að bæta hérna við, mér er svolítið misskilningsgæta í sambandi við skógrækt í landnýtingu. Það er eins og menn lítið svo á að þegar búið er að rækta skóg á landi að þá sé óafturkræfa aðgerð að ræða, en það er alls ekki svo. Við vitum það bara að það er þetta land okkar og flest lönd þau voru vaxin skógi og það þéttum skógi áður en að maðurinn nam land og menn einfaldlega bara ruddu skóginn og það er nú létt mál í dag með nútíma tækjum. Þannig að mér finnst nú í raun og veru ekki þörf á að vera með eitthvað allt of viðamikla og nákvæma flokkun á þessu í skipulagi. En svo er eitt í sambandi við, þetta var fróðlegt sem að koma fram hjá Ragnar CO2-losununa hérna í sveitarfélaginu og
gefið mér svolítið óvart, sko, en ég hef sjálfsögðu enga þekkingu til þess að vera með einhverja skoðun á þessu. En það er náttúrulega vitað að mýrlendi að losa mikið þegar búið að framræsa. Og bóndi eða landeigandi sem á framræsta mýri, mér finnst að hann í raun og veru, sem hann ekki að nota sko í ræktun, sem hann ekki að nota til túnræktar eða kornræktar eða annar ræktunar, að hann, svona hefðbundunar, að hann eigi tvo kosti að velja ef hann er á annað borð að hugsa kolbeinsbindingu. Og það eru þetta fyll í skurðina, bleyta landið, eða hreinlega rækta hraðvaxta trjágróður á þessu framræsta landi eins og ösp. Það hefur komið í ljós við mælingar í svokallari sandlækjarmýri í Gnúpverjahreppi, þar sem er asparskógur og þó nokkuð stóru svæði, ég man ekki hvað það er í tugum hektara, að þar er skógurinn, öspin, hún er að binda meira kolefni heldur en sama mýrin er að losa og ég man nú ekki tölurnar í þessu en þarna munar þó nokkru. Þannig að þetta er svona leið sem að mér finnst alveg getur komið til greina. Það sem að fyrir hendi er framræst land, hins vegar mæli ég alls ekki með því að menn sé að ræsa fram mýrar í þeim tilgangi að fara að rækta það skóg. En þetta eru alltaf bara fínir punktar sko og kannski bara innleggi í umræðinu og ef einhver vilja hafa samband við okkur hér í Borgarbyggð og svona ræða málin, en þetta eru þetta bara verkefni sem menn er búin að reikna kolefnislosun frá Húnavatnssýslunum og líka á Suðurlandi og alveg út frá sömu reiknisaðferðinni og þannig að úr landbúnaðarlandi eru að fara einhver 9 milljónir tonna og það er hægt að binda það með skógrækt, það er hægt að binda það við endurheimt votlendis og það er hægt að líka svona á ýmsum þáttum svona, þetta er svona ákveðin leiðarljós en sveitarfélögin þetta tekur 2-3 ár að vinna aðalskipulag og endurskoðun og ég held að endurskoðun á þessu aðalskipulaginu ætti vera mest eiginlega bara á 4 ára fresti og þá væri þetta tiltölulega ódýrara og auðveldara verkefni en sem væri ekki svona einhver 20 ára á milli aðalskipulag vegna þess að það er bara mjög margt sem við breyst í okkar samfélagi á 20 árum. En ef þið hafi ekki fleira spurninga þá er klukkan að vera 2 minni ég, 1:56 fyrirgefið, ég er ekki að taka 2 tímum en ég bara þakka kærlega fyrir áheyrni og bara hefur gaman af þessu. Þetta fær mann til þess að rýna ennþá betur í þetta og vonandi gerir mann að betri embættismanni. Takk fyrir. Já, takk kærlega fyrir Ragnar. Þetta er búið að vera mjög fróðlegt erindi og gott spjall. En þetta er næst síðasti fyrirlesturinn í röðinni, þannig að við tökum síðasta fyrirlestur á föstudaginn. En annars bara þakka ykkur fyrir í dag og verið sæl.